JavaScript, málið, eða svona, veit ekki hvað maður kalla þetta, en svona featurearnir í málinu sem eru það sem við erum svona að nota og það sem gott að vita af. Og ég ætla að hafa þetta bara svona eins og við gerðum á föstudaginn, fara bara svolítið hrætt í gegnum og taka svo aðeins betra dæmi í lokin, þar sem við erum í raun að vinna aðeins með þetta. En truthy og falsy eru, sem sagt, við erum með boolean-gildi, en svo erum við með þessa type coercion og þessa hluti sem við vorum að skoða þess á föstudaginn. Hlutirnir eru í JavaScript eru svolítið svona þessar veiku týpur. En það leyfir okkur að vera með þessi hugtök sem eru truthy og falsy og út af þessu type coercion. En það er þannig að þessi gildi eru falsy. False er náttúrulega bara false og það er falsy. Og null, tómistrengurinn, null og undefined. Og þessi hlutir, allir þessi hlutir eru falsy og none og svo erum við allt sem er ekki falsy er kallað truthy. Þannig þetta er svona, þetta vill vera true eða false en það er það ekki alveg, þannig það er svona truthy eða falsy. Og svo erum við með null og undefined sem er svona sérstök, ekki neinu nema sjálfur sér. En það sem það gerir að við höfum þessi truthy og falsy gildi er það að við getum í raun gert það þegar við erum að skoða hvort að hlutur sé til staðar eða ekki, að við getum svona athugað bara beint hvort einhver breyta er með einhverju gildi, það er að segja hún er ekki tómistrengurinn, hún er ekki null, hún er ekki false, og þá getum við spurt bara beint svona, þannig að það er kannski betra að taka dæmi sem er foo jafnt og a if foo console log foo. Þá sjáum við foo, en ef við séum breytum foo yfir í að vera 0 strengurinn, þá fáum við líka hérna, en ef við breytum í að vera bara talan 0, þá fáum við ekkert hérna prentað út. Þannig að sjáum við, þetta er ekki strictly false, en þetta er samt falsy gildi. Þannig að ef við erum að vinna með eitthvað, við erum að taka við eitthvað frá notanda og við þurfum að athuga ef viðkomandi skrifaði eitthvað inn í eitthvað sem við erum búin að hlaða inn í breytu og það er tómistrengurinn, þá getum við í raun fengið það út án þess að gera sérstaklega check á því að if foo not equal to eða equal to tómistrengurinn. Þannig að þetta verður svona shortcut sem við getum tekið okkur til þess að athuga hvort að það sé gildi eða ekki í breytum. Þannig að þið getið séð oft á tíðum svona kóða sem er bara að spyrja það kemur eitthvað og það er bara if foo og foo gæti verið alls konar en það er bara að athuga hvort það sé þá gildi í því sem er truthy. Og svo getum við notað þetta líka til þess að fá svona skamhlaup eða short circuita breytur. Og þá erum við með pípu og ampersand operatorana sem eru or og and og þeir valda svona skamhlaupi. Þegar við erum með einhverja segð og við ætlum að evaluate í JavaScript, þá er í raun evaluatað upp að því marki þangað til að það er búið að uppfylla segðina. Það er að segja, ef við erum með and, að því að and skilar í raun bara true ef einhver stærri segðin er true og ef að fyrsta gildið er true, þá þarf ekki að skoða restina. Þannig að þá er í raun bara fyrsta gildið skoðað og restin ekki. Þannig að við getum nýtt þetta til þess að valda svona skamhlaupi. Þannig að ef við erum með A og B og ef A er truthy, þá er því skilað annars B. Og sama síðan með og, þá ef við erum með A og B, þá ef A er falsy, er B skilað annars A. Þannig að þá getum við notað þetta svona til þess að þetta er oft notað sem svona bara shortcut og er oft svona kannski erfitt að skilja hvað er í gangi, en þetta er aðalega notað til þess að búa til svona ef að við erum með eitthvað, segjum við sem eitthvað fall sem á að taka við einhverju svona verður við að gera. Ef við erum með eitthvað fall sem á að taka við einhverju name og við viljum í raun og veru geta haft eitthvað svona default gildi.
þá er þetta leiðin í ECMAScript 5 til þess að fá svona eitthvað dýrskapskildi. Þá getur við sagt name er name eða ekkert nafn gefið. Þannig að svona getum við sloppið við að skrifa if not name, name jafnt og þetta er svona, það eru margir sem nota þetta til þess að svona stytta sér leið. Þá getum við gett hérna return name. Þá getum við kastað í foo Óli. Þá fáum við Óli, en annars foo, þá fáum við ekkert nafn gefið. Þannig erum við að shortcuta að því að name er þá falsy, að því að tómistrengurinn er falsy og sér í lagi kemur hérna inn ekkert, þannig að undefined er líka falsy. Sama á þetta og sama og false hérna. Þannig að alltaf þessu veldur því að þetta við tökum seinna gildið. En fyrra gildið ef það kemur inn eitthvað sem er ekki falsy. Þannig að hérna einn er ekki falsy, þannig að þá er því skilað. Já, hérna frekar dæmið það. Svo erum við þess að bitavirkja. Þeir eru bara sömu og í flestum forritunarmálum og maður sér það yfirleitt ekki nema þegar að vera að vinna með einhverja bitavirkni, nema hérna tilda getur verið notað í einhverju trikkum líka til þess að snúa bitin við og gera einhverja glóriur. En þá bara ef við erum að sjá þetta þá er þetta einhverju bitavirkjar og þá bara tjekkum við á því hvað er í gangi. Þetta er yfirleitt einhver flókin kóði og við ættum yfirleitt ekki að vera að nota þetta. Svona nema við séum að gera einhverja bitavirkni. Svo erum við eval sem er fall, sem er bara alltaf til staðar í JavaScript og það er leið til að láta JavaScript túlkin túlka einhvern streng. Þannig að við getum gefið túlknum streng sérstaklega og látið hann evaluata hann sem kóða. Og þá er raunin hann passaður og keyrður og skilar í raunin einhverju niðurstöðu. En þetta er ekki sniðugt af því að þetta er mjög hægt, af því að það þarf að fara að passa einhvern nýjan kóða og það er erfitt að debugga þetta af því að við erum þá með einhverja strengi inn í forritun okkar sem eru keyrðir sem forrit. Og þetta getur líka valdið því að við opnum einhverjar öryggishólur. En þetta er samt sem að það er eitthvað sem að fólk notar og er þarna og við getum séð svona out in the wild. Svo er það þessi type coercion og þetta eru reglur sem eru vel skilgreindar í JavaScript eða í ECMAScript speknum en þær geta komið manni á óvart eins og búin að fara aðeins yfir. Og það er það bara aftur, þegar við erum að nota virkja eins og við erum að nota og eða and eins og við erum að skoða á hann eða samanburð með tveimur þá er í raun verið að nota svona type coercion og þá fyrir við í þessi truthy og false gildi og allir hlutinir eru svolítið svona awake. En þetta á ekki við þegar við notum 3 samansæmerki, þannig að alltaf þegar við erum að athuga hvort eitthvað sé nákvæmlega það sem við viljum, ef við viljum fá nákvæmlega einhver texta eða nákvæmlega einhverja tölu, þá notum við 3 samansæmerki til þess að bera saman. Og svo er getum við farið og skoða á MDN, þá er tabla sem sýnir í raun hvernig það er þegar við erum með A jafnt og B, þá er í raun athugað, ef við erum að bera saman streng og tölu, þá er, og fyrri er A, þá er kallað í eitthvað fall sem heitir toNumber á A og athugað hvort að það sé það sama og B, striktli það sama og B. Og þá er þetta toNumber síðan skilgreint í speknum sem einhver leið til þess að taka streng eða undefined eða false eða eitthvað og kasta því í tölu. Svo fáum við í ECMAScript 6 fáum við object is sem síðan er enn ein leiðin til þess að athuga hvort hlutir séu sömu. Þannig að við það verðum með svona dynamic typed skriftumál þá er þetta bara það að athuga hvort A sé það sama og B er bara svona mikið veginn. Þannig að við höfum þetta í huga. Þegar eftir að lenda í þessu, þá svona type coercion. Og þetta er nú bara sama dæmi við vorum með á föstudaginn, en þarna er þessi samanburður, eða þessi að leggja saman mismunandi týpur skilar
furðulegum niðurstöðum. Svo erum við með timeouts og intervals, en það af því að við munum sjá það að JavaScript og svona kóði sem það hafi kannski skoðað til dæmis ef þið hafa verið að smíða svona viðmót, að við erum í raun að taka við einhverjum inputum frá einhverjum, hvort sem það frá lyklaborði eða mús eða einhverju öðru, og gera eitthvað og bregðast svo við því. Og þá getur það verið að lyklaborð, það kemur einhvern tímann verður smellt á músina hér, þá þurfum við einhvern veginn að segja, hei, ef einhver smellir á músina hér eða skrifar eitthvað inn í þennan redd, þá viljum við eitthvað gerist. Og svo sama, ef við viljum að eitthvað gerist bara á einhverju ákveðnu millibili eða eftir einhvern ákveðin tíma, þá höfum við svona timeouts. Þannig að þá erum við að reyna að stilla bara einhverja klukku og segja hérna, keyrðu þennan kóða eftir einhverjar ákveðnar millisekundur. Og þá getum við nota set timeout til þess að segja eftir n millisekundur þá ættu að keyra þetta fall sem ég gef þér, og það set timeout skilur okkur ID sem er ID á þessu timeouti sem við erum að fara að keyra, og við getum síðan þurrkað það út svo lengi sem við erum í raun frá tímanum núna að þessum millisekundum sem við gáum okkur, en annars munir þessi kóði eða þetta fall keyra einu sinni. Og svo erum við með set interval þar sem við segjum í raun eins, nema við segjum keyrðu þennan kóða á n millisekundna fresti. Og svo getum við notað clear interval til þess að hreinsa það. Þannig að þetta er leið í raun til að láta eitthvað ákveðið gerast á ákveðnum tíma. Þetta væri leið til þess að við getum útfært einhverja svona leikjalúpu með set timeout. Svo erum við með strict mode sem er komin í ECMAScript 5, og það er í raun leið til þess að setja strangari kröfur á kóðan, þannig að við erum svona að opta inn á það að láta túlkinn vera harðari við okkur, af því að það var ekki hægt að láta túlkinn vera harðan við allan almennt, af því að það voru margir sem skrifuðu kóða sem hefði þá bara brotnað, en með því að setja í strict code þá til dæmis ef við reynum að nota óskilgreindar breytur, þá fáum við villu, annars er raun bara undefined gildi sett inn og reynt einhvern veginn að láta hlutina ganga. Ef við erum með sama eigindi skilgreind oftar en einu sinni í einhverjum hlut, eða sem færibreytur í falli, eða ef við erum að búa til nýjar breytur í gegnum eval sem getur valdið því að við séum að yfirskrifa aðrar breytur, og þá í raun segjum við að við viljum nota strict með því að setja use strict efst í annarkvort skrána okkar eða í fallið okkar. En af því að ef við setjum þetta í skrána okkar þá getum við lent í því að við verum það eru svona ýmis tól til þess að taka JavaScript og eða svona taka margar JavaScript skrár, setja eina JavaScript skrá og þannig að það eru settar út á vefinn, þá er það ekki æskilegt að vera að setja það per skrá, af því þá getur lent í að setja óvart strict mode á allt saman, og það var stór vefur eftir þetta kom út sem að fór niður í nokkra klukktíma út af því að einhver hefði sett strict mode á allt, og það var bara buggur í einhverjum kóð sem einhver allt annars skrifaði. Hann tjekkaði þetta inn, svo keyrði eitthvað buildferli sem að tók allar JavaScript skránar, bjó til eina stóra JavaScript skrá, og hún var síðan í strict mode globally, og vefurinn fór út og var brotinn, af því að það var bara, já, það mátti ekki endurskilgreina þessa breytu, og þá bara var allt dáið. Hvað sé það? Ég held að það eru Yahoo Mail. Þannig að hérna getum við séð að þetta er svona mjög svona subtle buggur ef við erum ekki taka eftir því að við skrifum orð A tvisvar, og ef að A er til dæmis 0 eða eitthvað og við erum bara að leggja sem að C, þá myndum við kannski taka eftir því svona að prófa þetta. En ef að við kveikjum á strict mode í þessu falli, þá sjáum við að við fáum bara syntax error frá túlknum, og við getum ekkert sem er ekkert til. Það náðist ekki að skilgreina því að það uppfyllti ekki þetta strict mode. Þannig að þetta er svona eitthvað sem við viljum temja okkur, af því að við viljum í raun grípa í öll þau tól sem geta hjálpa okkur við það að skrifa kóða hraðar og með færri villum, og strict mode er ein leið til þess, og svo eru svona linterar að önnur leið til þess sem við tökum í næstu viku. Svo þegar við erum að skrifa JavaScript, og þegar við líklegast kannast líka við bara þegar við skrifa forrit, þá er oft mjög gott að skrifa bara út. Við erum búin að skrifa einhverja forlikju, eða við erum að fara inn í eitthvað fall og við viljum bara eitthvað, hæ, ég er hér, og þú veist, bara svona debugga með því að skrifa út hvar við erum. Og
við getum komið sem sagt í þannig hlut með því að nota console hlutin sem til í langflestum umhverfum sem kerfi jáskrift og þá fáum við svona aðgerðir sem að leyfa okkur að skrifa út í console og þá console það sem hér. Þannig að við höfum aðalega console log og svo höfum við fleiri aðferðir. Við getum til dæmis, ef við erum að tíma dótið okkar, þá console með eitthvað sem heitir time. Þannig að við getum skrifað hérna time, gefið því eitthvað ID, núna líður tími og núna verið að telja hérna fyrir okkur. Þá getum við sagt end time, end console. Þú sé hérna allar time end, console, time end. Svona. Það tókum alveg 27 sekundur að vandræðast með þetta. Svo getum við gert bara console log. Þá kemur bara að skrifa út eitthvað texta. Þannig að maður mjög ofta console log eitthvað út. Svo passar maður bara áður en að maður tjekkar inn kóða ef maður að vinna með einhverjum öðrum eða áður en maður skila verkefni svona að hreinsa út alla svona debug kóða. Svo getum við líka verið með svona console warn þar sem að það kemur sér svona warning. Maður skilur oft svona eftir í kóða ef það svona maður vill hérna þú veist það eitthvað svona state af forritum sem maður vill ekki koma upp þá getur maður sett svona warning þá þetta að sjá það til sem maður að debug eitthvað. Svo oft getur þið opna vefi og opna console þá sjáu þið einhver svona hérna einhver skilaboð. Svo líka hérna áhugavert hérna ef við fyrir á Facebook í hvort þið hafið séð þetta. Þá Facebook ekki að kunna meta þetta af því að það var sem sagt buggur sem að var þannig, eða það var ekki buggur, það var bara svona social engineering þar sem að einhver fekk hérna skilaboð eitthvað, herðu, þú að fara hérna þetta og opna developer console og paste þennan hérna kóðinn og þá, þú veist, ertu með aðgang á öllu því sem að þarna, þú veist, fyrir þig, til dæmis ID-inu þínu sem að heldur að logga inn á Facebook og það var bara þetta að opna eitthvað, senda það ID á einhvern þjón sem stal Facebook auðkenninuðinu og fór síðan að búa til einhverja vírus og svona. Þannig að þá settum við þetta upp til þess að hérna komum við fyrir það. En svo erum við með villumeðhöndlun. Við erum með svona exceptions eins og í Java í JavaScript, samt ekki nákvæmlega eins. En við höfum þess að try, catch og finally og ýmsar innbyggðar villur sem að við getum lent í eins og við sáum á syntax error og við getum nota þetta til þess að grípa villur og kasta villum í kóðunum okkar og þá gefum við nafn á villunni, hérna bara almenna error og svo eitthvað message þannig að við getum bæði nota það bara eða búið til okkar eigin og sumir vafrar útfæra fleiri, við getum sett skila okkur í hvaða línu og í hvaða skrá villan átt sér stað og já, við getum skrifað okkar eigin villur, en græðum ekki sérstaklega á því en við munum aðalega sjá þetta þegar við erum að fá upp einhverjar villur, til dæmis ef við refreshum hérna, þá hérna villa og þá eins og í Chrome, þá getum við opnað hérna og þá sjáum við stack traceið hvaðan villan kom þannig ofta þetta bara að vita að því ef það svona rauða línur, það villur þetta nú bara eitthvað að þegar ég að blokka Analytics þá fæ ég þessa villu en ef við fáum einhverja villu svona til dæmis í forritunum okkar þá getum við séð hvaðan þær koma. Já. Svona. Og svo getum við sagt ef að við viljum meðhöndla villurnar sjálf þá getum við sett kóða sem að gæti kasta villu inn í try-catch og svo svona meðhöndlunin almenn þannig að við fáum bara eitthvað tilbaka og svo hérna hreinsum við upp eftir okkur. Og þetta náttúrulega aðalega þegar við erum að nota eitthvað kóða frá öðrum, við erum að nota eitthvað library eða eitthvað sem við höfum fundið og það gæti verið að kasta villum og valda einhverjum vandræðum. Þá getum við sett try-catch utanum og allavega vitað þegar eitthvað klikkar. Og
þetta getur þá líka leyft okkur að verjast svona villum sem stoppa keyrslu, af því að ef að kemur eitthvað upp þá viljum við ekki endilega allt forritið okkar bara hætti að virka, heldur viljum við kannski bregðast við, og þá er þetta leið til þess. Þannig að hérna er dæmið það hvernig við getum búið til okkar eigin villu. Þá erum við að búa til svona nýjan hlut hérna með þessu prototype object create sem við ætlum að læra meira og svo getum við kasta þessu, ef við myndum kasta þessu inn í einhverju falli, og þá getum við í ytra skóp í main loopin okkar verið að grípa og bregðast við því hér. En þetta er ekkert sérstaklega mikið notað í JavaScript. Svo erum við með reglulegar sægðir sem að ég komst að í fyrra að þið hafi líklegast kynnst með því að skrifa þær ítrekkað á blað. En það, passa ykkur, hafið einhvern tímann skrifað regular expression í forriti? Ok, í náminu? Fyrsta verkinu, já. Fyrsta verkinu? Hjá mér? Já. En sem sagt, reglulega sægðir eru svona stöðuvélar sem við búum til þess að segja til hvort að einhver strengur sé eins og einhver sægð sem við skilgreinum. Og við skilgreinum þessu með regexp hlutnum í JavaScript, og þá er sægðin okkar, og svo erum við með einhver flags sem að skilgreina hvernig þetta er túlkað. Við getum líka gert það með þessum syntax sem er svona forward slash sægðin og svo einhver flögg. Og þetta sem sagt, þessi flögg sem við getum notað eru G sem þýðir global, annars erum við raunin bara að fá okkur fyrsta niðurstöðu í úr sægðin okkar. Ignore case, þá slökkum við á því að þetta sé hástafanæmt. Multiline, þá getum við verið að skoða langa strengi sem að eru með new line karakterum í, og fleiri. Svo erum við með föll sem að í raun segja okkur þegar við erum með einhvern streng hvort að sægðin okkar passi. Þá erum við með sægðina.test á einhvern streng, og þá fáum við í raun true eða false ef að strengurinn okkar uppfyllir sægðina. Exec, þá keyrum við sægðina svona á strenginn og fáum í raun það niðurstöðu sem að við segjum ef við setjum sviga inn í sægðinar, þá getum við í raun verið að grípa út úr því parta sem við erum að kemur betur út í dæmi. En þannig getum við notað þetta til þess að leita í strenga einhverjum ákveðnum hlutsægðum og fá þær í fylki og eiga síðan einhvern veginn við þær. Svo erum við með string match sem er þá bara þetta er öfugt við exec, þá erum við bara þetta er aðferð á strengjum til þess að matcha við sægðir. Og svo erum við með, sem ég nota oftast í raun svona string replace. Þannig að við erum með eitthvað ákveðið og við viljum fjarlægja allar tölur úr strengnum. Þá getum við notað sægðir til þess, þegar við viljum ekki skrifa eitthvað string.replace 0 og 1 og 2 og svo framvegis. Þá getum við bara búið til sægð sem grípur allar tölur og keyrt á hann til þess að strípa þær í burtu. Þannig að hérna eru nokkuð dæmi og við erum best bara að taka eitt í einu. Hérna tökum við beint sægð og þá er þetta sægðin sem við erum með. Foo er sægðin, þannig að við erum að leita bara að striktlega strengnum foo og erum að spyrja, er þessi sægð í strengnum foo bar bars? Hún er það. En er hún í strengnum foo með 3? Já, af því að það eru hún er ennþá til staðar hér, en hún er ekki hér. En þá getum við til og með sagt er sægðin foo sem er F-O, en svo getum við sett spurningamerki sem þýðir, hei, taktu það sem er á undan þér og það þarf ekki að vera til staðar. Þá fáum við, já, það er þetta, því að þá erum við að leita annarkvort F-O eða F-O-O. Og svo getum við keyrt exec, þá fáum við já, foo er það sem var. Og ef við síðan spyrjum foo, þá fáum við, já, það var foo. Þannig getum við verið með mismunandi þannig getum við séð hvort var að tryggja þetta foo eða foo. Og svo svona meira relevant dæmi var það allir 0 til 9 sem er innan svona brackets. Þá skilgreinum við, þetta er alveg.
0 til 9, þannig að það eru tölur og svo getum við sett sko plus þýðir að minnstakosti einu sinni, stjarnan þýðir 0 eða n sinnum, eða við getum sett svona bracket og sagt akkurat einu sinni eða einu sinni til 3 sinnum. Þannig að svona þessi segð mynd þá finna allar tölur sem eru 0, 0, 0 eða 0, 0, 0. Og test á strengin 0, 0, 0. Það er true. Þetta er true aftur. En þetta er true. Og það er engin tala til dæmis í þessum streng. Þannig að við finnum út frá þessu. Og svo getum við tekið þessa segð hérna og segjum að við værum með strengin ASDF 012, ASDF frábært dæmi eins og venjulega. Og við viljum í raun fjarlægja alla tölur úr þessu. Þá getum við gert svona. Já, og við þurfum að segja fyrir hverju við ætlum að skipta. Við ætlum að skipta þessu út fyrir tómastrengin. Þannig að hérna sjáum við sko, nú skiptum við út nákvæmlega þegar að það eru 3 tölur, 1 til 3, en bara einu sinni. Af því það er keyrt og það er bara, þetta keyrir bara einu sinni. Þannig að þá ef við setjum hérna global flaggið, þá keyrir þetta aftur og aftur og aftur. Þannig að þá keyrir þetta, finnur hérna, hér eru 3 tölur, skiptir því út fyrir tómastrengin. Þá er eftir ein tala hér, skiptir henni út fyrir tómastrengin. Svo eru hérna 3 tölur, skiptir henni út fyrir tómastrengin og 3 tölur skiptir henni út fyrir tómastrengin. Þannig að það er þessi global hérna. Þannig að þetta er oft þægilegt til þess að svona eiga aðeins við input, en svo er alltaf gott að hafa það í huga að þegar að við ákveðum að tækla verkefnin okkar með regular expressions, þá erum við yfirleitt að búa bara til annað vandamál. Af því að þær eru flóknar og þær eru engan veginn eins auðveldar og við höldum. Þannig að ég haldi, hey, ég nota bara regular expressions til að hreinsa út HTML í einhvern streng. Þá eru þið búin að búa til 2 vandamála þegar það er ekki hægt að skrifa segð sem að hreinsar reliably út allt HTML. Það verður að nota parser. Ok, svo föll í JavaScript eru svona variadic. Það er hægt að búa til svona variadic föll. Og það eru svona föll sem að taka við óskilgreindum fjölda færibreytum. Þannig að þá getum við búið til eitthvað fall og þá getum við tekið við bara endalaust mikið af færibreytum, en við höfum argumentslut innan í hverju falli sem er svona geymsla af þessum færibreytum. Það er ekki fylki, því við höfum ekki aðgang að þessum aðgerðum sem að fylki hefur, eins og pop eða push, heldur er þetta bara svona array-like struktúr. Þannig að við getum búið til svona almennt meðal average fall sem að, þá sjáum við hérna að við tökum hérna argumentslut og við ýtrum yfir hann og plúsum við hvert item í honum og svo skilum við þessari summu deildi með lengdinni á þessum argumentslut. Þannig að þá getum við erum við hérna með eitthvað average fall og ég get sagt average á 0 er 0, 1 og 0 er hálfur og svo get ég bara skrifað eins langt og ég vil hérna og þetta finnur meðaltali fyrir okkur. Scoping reglur eru þannig að við erum með lexical scope per fall og það er eins og við tölum á föstudaginn, það er aðeins að við setjum var fyrir utan sem skilgreina breytan sé í lexical scope, annars fyrir hann í global scope og það viljum við ekki, af því að global state er mjög slæmt og mjög erfitt að debugga og við ætlum alltaf að halda ykkur frá global state. Og svo ef við erum að skilgreina eitthvað fyrir utan föll, þá fella það skilgreiningar í global scope líka. Svo getum við verið með nafnlaus föll og þá getum við bundið föll við breytur án þess að gefa þeim nöfn. Þannig að hér er í raun breytan fú með gildi sem er nafnlausa fallið sem að tekur bar sem argument. Og þá er hérna innan þessa scopes hér, sem sagt, er bar í local lexical scope, eða í lexical scope, local scope. Og þá getum við líka gert það að við getum skilgreint nöfn
skilgreint fall án afls og keyrt þau strax. Þannig að hérna búum við til fall inn í þessu hér og svo setjum við sviga utan það, þannig að við skilum í raun þessu falli og svo köllum við það strax með 10. Þannig að við skoðum hvernig þetta hægir sig svona bara beint í túlknum. Þannig að við ætlum að segja hérna console log bar. Þá fáum við hérna, og ef við sleppum þessu hérna, þá fáum við tilbaka bara fallið. Þannig að til þetta getum við sett foo hérna er jafnt og þetta fall, þetta nafnlausa fall, og ég get spurt foo, type of foo. Þannig að þetta er í raun hérna, við sjáum nákvæmlega hvaða fall þetta er og þetta er function. En nú getum við tekið þetta fall og við getum farið og labba með eitthvað á milli og setta í gegnum önnur föll og út allt og svo getum við einhvern tímann á einhverjum tímapunkti kallað í fallið og þá er það bara til staðar. Og það er þetta að vera með svona anonymous föll. Að við getum skilgreint bara föll og við getum látið föll skila föllin. Þannig að við getum tekið þetta og við getum verið með eitthvað fall sem býr til önnur föll sem við getum síðan farið með og kallað í síðan einhvers annar staðar. Og þetta er alveg agalega skemmtilegt og sniðugt og kröftugt. Síðan svona hluti sem maður getur líka lett í þegar maður er að vinna með JavaScript er hoisting, sem er þannig að þegar við erum að skilgreina breytur með var, þá er það gefið gildi og ef við gefið gildi innan fallsins, hvort sem það er í raun í fyrstu línu eða í seinustu línu, þá er skilgreiningunni á breytunni en ekki gildisveiting inn í breytuna, hann er ítt efst í skópið á fallinu. Og þetta kallast hoisting og ef maður veit ekki af hverju þetta gerist, þá getur hegðunin verið mjög skringileg. En hérna til dæmis erum við með foo sem er eitthvað global value, svo erum við með hérna nafnlaust fall sem býr til nýtt skóp og við ætlum að logga út, hey, foo er eitthvað og svo einhverstað neðan erum við að nota foo aftur. Þannig að hérna myndum við búast við því að við myndum fá 1 en við fáum undefined. Af því að það sem er gert er að þetta er túlkað af túlknum svona. Þannig að foo skilgreiningin á því að foo er inn í þessu skópi er hoistuð upp í byrjunin á fallinu. Og þess vegna eru margir sem að þegar að vera að skrifa í ECMAScript 5 sem að byrja að skilgreina alla breytur bara efst. Það losna með að þetta komi mann óvart. Svo getum við verið með föll innan falla og þau föll eru aðeins í skóp fyrir ytra fall. Þannig að við búum til fall, svo búum við til fallin í fallinu og þá getur það fall talað við skópið í ytra fallinu og öllum ytri föllum sínum, en ytra fallið getur ekki talað við skópið inn í fallinu. Þannig að þetta verður svona eins og tré. Og hvað segirðu? Já, þá erum við með, ef við erum með sömu breytur í innra falli og ytra falli, við skilgreinum aftur breytuna í innra fallinu, þá yfirskrifum það í ytra fallinu. Þetta er satt fræðilega heitið og það sem virkar og það sem við munum læra í forritunarmálum með lambda kalkulus og allt þetta er í raun að þetta er svona lokun eða closure, þar sem við erum að loka yfir umhverfið sem við höfum búið til úr því hvaðan við byggum til innra fallið. Þannig að við getum keyrt fall og við erum með closure, þar að segja ef að innra fallið vísar í breytu í ytra fallinu, þá mun kontekstið, ytra breytan sem er vísað í, hún mun lifa inn í þessu closure þangað til að innra fallið er búið. Ja. Og þetta leyfir okkur að vinna mjög svona skemmtilegan kóða. Þannig að við getum við svona closure hérna getum við búið til fall sem að skilar okkur falli sem að hérna erum við að búa til fall sem er með closure, myndar closure yfir x. Hérna kemur x inn og er í lexical scope í þessu ytra falli hér. En það skilar falli, en þú veist þetta fall er búið að keyra, en það er búið að loka yfir x-ið. Þannig að við höfum alltaf aðgang að x.
Og hérna sjáum við síðan hvernig við getum gert þetta fyrir stærri föll og við getum verið með fall inn í falli, inn í falli, inn í falli, kalla svo í það og við það að fara hérna í outer þá fáum við 10 hér, svo búið til einhver x breyta og svo búið til annað fall og það einhver y breyta og annað fall og svo í lokin þá skilum við hérna inner af a, þannig að við erum að taka þessa 10 hérna og svona hendinni í gegnum öll þessi funksjón þangað til síðan í lokin þessu öllu lögðu saman skóp úr fjórum skópum og alltaf lokað yfir hérna fyrir fallið. Síðan höfum við aðra leið til þess að komast í svona eval-virkni og það genum function-smiðin og þá getum við búið til föll með honum en þannig að gefið upp fjölda af færibreytum inn í fall og svo bodyið á fallinu en þetta bara önnur tegund af eval svo við forðumst þetta. Svo erum við með, ég lofa ég alveg að vera búin. Svo erum við með this en this svona keyword sem náttúrulega í svona object-oriented málum vísar í þann hlut sem við erum að vinna inn í en this alltaf til staðar líka í JavaScript bara alltaf, það alltaf hægt að kalla í this og þetta svona dýnamísk breyta sem skilgreinist bara hvaðan við köllum í þetta og í hvaða skópi við erum. Og þegar við erum ekki til dæmis inn í falli, þá this global hluturinn sem þá eitthvað kontekst sem allt geymt í browser það window sem geymir allt umhverfið. En síðan, ef við erum að kalla í fall, þá this getur bæði verið hluturinn sjálfur eða hann getur verið til dæmis HTML elementi sem við erum að kalla í út frá og þetta eru svona skrýtnar leiðir en þetta getur líka leyft okkur að gera aðra hluti og þá getum við notað svona currying þá getum við notað bind sem fall í JavaScript og það svona til þess að currya þá erum við með fall sem tekur einhverjar n færibreytur og við búum til nýtt fall sem við búin að binda einhverjar m færibreytur og skilum nýju falli með n mínus n m færibreytum og bind tekur this sem fyrsta stakk og við getum sendt inn undefined og þá fáum við ekkert this, það ekkert kontekst sem við erum að biðja en síðan getum við líka sendt inn annað sem við munum sjá seinna en þannig að hérna getum við búið til fall og við getum síðan fest breytu í því til þess að vera hérna til dæmis búið til einhvern adder sem alltaf 10 og þá getum við bindað hann hérna þannig að það var búið að binda 10 sem a en við fáum nýtt fall sem tekur bara við b og þá erum við. Þetta var afskaplega þurrt en við förum næst í DOM-dótið sem mjög skemmtilega.